Magnús, nú ertu búinn að fá þér hádegismatinn? Já, hérna er Steingrím. Steingrím? Já. Góður í maga? Hann er góður í alla maga. Herðin, byrjum á því. Ég frétti að þú hefði verið að slíta við bísipinn. Það er ekki gott kannski að vera hestamaður í fullu fjöri og vera með slítinn bísip. Nei, ekki að maður þarf að vera á gagni. Nei. Svona við tamningar, en ég er svona að elda mat og sækja börnin svona á leikskólanum svona og nei, ekki leikskóla, það er skott að það freytist ekki, það er orðin meira það. En þess vegna nægir smá spjall, annars væri nú út að vinna. Já, annars væri út að vinna. Mér langar að spyrja þig, hérna, var þetta landsmót og svona, nú er að koma aðalfundi. Já. Og hvaða breytingar svona myndið þú vilja sjá fyrir þér ef það er einhverja breytingar? Já, ég hérna, einhver svona trend svona sem er alveg átengt sko hvort öðru og það er svona fyrir það fyrsta sko hvað landsmót á að vera og svo hitt sko hvernig við ætlum að hafa landsmótið. Ég er þeirra skoðunar að hérna að landsmót eigi ekki vera annar staðar en svona hér á Suðurlandi svona cirka bát má ekki vera lengra frá Reykjavík en svona klukktíma akstur og ástæðan fyrir því að ég segi þetta er einfaldlega svo að meginhluti þeirra sem á landsmót koma eru frá þessu svæði bæði tvífættir og ferfættir og það er svo sem alveg útilokar finnst mér að hugsa þetta að hafa það einhvers staðar annars staðar því að einu aðilarnir sem hafa einhvern haga því að fara með þetta eitthvað lengri burtu eru olíufélögin og sjoppuauðvendur svona leiðinni. Þetta kostar alveg óhemja að flytja allar hana fjölda af mannskap. Allir útlendingar koma nánast sem á móti koma til Keflavíkur. Meirihluti þjóðarinnar býr í Reykjavík og kringum það og nánast hvert einasta hross sem að landsmót fer er í þjálfur eða meðhöndlun hér sunnanlands. Þannig að bara þess vegna er þetta afar óhagkvæmt og við höfum bara ekkert efni á því að vera borga svona með okkur í eitthvað sem er verulega óhagkvæmt. Þetta er nú svona mín sýn á þetta og ertu þá með einhverju stæði í huga? Er það hella, nær það innan klukkutíma ramman? Já, sko, hella er svona, já, svona klukkutíma og það er ekkert sérstaklega hella sem ég er að hugsa í því sambandi. Þetta er svona, fyrst og fremst hugsað út frá mér, út frá heildinni. Þannig að hvað er það sem getur gert hestamennskunum mest og best til góða? Það er ekki að keyra hrossin fram og tilbaka sem lengst eins og þetta verið hefur ansi oft. Þannig að landsmót ekki lengra í burtu frá Reykjavík er svona cirka klukkutíma akstur. Það er mín skoðun. Já, ég held að sé margir sammála þar. En einhver vegna sko, þá tala bara menn þetta svona kaffibolla og svona agnústöndi hvern annan og svo framvegis en það er enginn sem stendur upp og segir, heyrðu, tökum umræðina og göngum frá þessu sko og það er slæmt því að það eru margir heyrðist mér þessar skoðunar og alltaf fleiri og fleiri að verða hennar verða með sömu skoðun sko. Já. En með landsmótið sjálft, ef að þú lítur á síðasta landsmót og þú sást náttúrulega að það kom þarna veður sem setur svolítið strik í reikningin með tímaplan. Er of mikið troðið í dagskrá upp á að hafa eitthvað smá svigrúm? Mér finnst svona með landsmótið sjálft það sem boðið upp á. Mér finnst þetta að vera svona gamaldags oft á tíðum það sem boðið upp á gamlir réttir sem þarf bara verulega að uppdikta og ég fyrir það fyrsta þá var þetta bara á langt á 7-8 dagar
þetta er bara svo farið fyrir marga sem að vinna þarna hvort að dæma eða hverju sem það í hvers konar dómum það eða framleiðslu á mat og drykk og svona og þeir sem eru með hrossin sko, þetta eins og að fara bara sko í svona hörku aðgerð sko, þú setur undir hausinn og einhvern tímann í svona náinni framtíði visku, þá er það bara búið og þú manst ekki neitt og allir uppgefnir og svo framvegis, þannig að dagskráin það er allt of mikið, hún er löng og margir dagar og það er verið að bjóða manni svona í ýmsum þessum keppnum, það er ótrúlegan talnalestur fyrir fegurri reið og ásettu og vilja og geðslega guðma og veit hvað og þeir einu sem hafa í raun og vera áhuga á þessu er knappinn og örfáir knappar og aðstandendur þeirra. Þannig að þetta er svona, þessi sífelldi talnalestur er eins og er í geðingakeppninni og geðingakeppninni og unglingakeppninni þetta er eiginlega lestur og bið og einhverjum tölum sem enginn hlustar nema þessir. Mér finnst allt of langt, þetta er svona gamla lumur sem á lungu hætt. Svo þarf að nota tæknina miklu meira að sýna þetta upp á skjánum og stæðir að lesa þó það sem við lesið og sjónum bara söguríkar. Við erum eitthvað fljótar að ná upplýsingum inn í meðvitundina heldur, ef við heyrum það heldur, ef við sjáum það heldur en við heyrum. En með fjölda hrossa, hvað finnst þér það? Ég er þeirra skoðunar að hrossunum, þau þurfa ekkert að fjölga. Nei, ekkert að fækka. Því að það sem skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli að hrossi séu sem flest, því að hverju hrossi fylgja alltaf einhverjir þátttakendur og áhugaðendur. Þannig að ég er ekkert viss það að sé nokkur þörf á því að fækka hrossunum. Við getum bara gert þetta með einhverjum hætti einfaldara. Við erum með forkeppni, við erum með milliriðla og svo framvegis endalaust sýna það sama og bara með smá breyttum útfærslum á stundum á bara svona meðalgóðum hrossum og punktur og basta. Ég held að við þurfum að fara að taka upp þetta kerfi eins og við erum haft í tjaldinu, bara bestu hrossi yfir landi. Þó má ég kannski hafa einhver útfærslu af því að eitt hross frá hverju félagi og síðan er það bara besta því að 80 eru þessi hestar sem eru að koma frá svona minni félögum að þeir eru besti hesturinn eins og 10. hestur úr stærsta félaginu. Þannig er þetta og menn eru búin að tala þetta lengi og það er eins og þetta fástildri breyst. Eða ekki sín umræðum þetta. Þannig að þetta þyrfti að breytast að mínum mati. En í heild sinni þá þarf að gera þetta svona áhugaverðara fyrir þá sem ekki eru involvaðir í þetta á fullu. Og þá verður þetta að koma þessu svona til einhvers nútímalegs horfs. Það sem við erum að bjóða upp á. Við þurfum að hafa þetta þannig að fólk sem ekki er mikið inn í hestum slæðist þarna inn, það bara verði fyrir hughrifum og segja við sjálft sig og aðra, hei, þetta er það sem ég vil gera. Svona jaxlar eins og við færum með þessu landsmót og það verður á Jamaican. Og við þurfum ekki að vera dekstra þá til þess að koma. Við þurfum nýtt fólk og nýju fólki þýðir ekki að bjóða gamla lumur. En hvort að þetta sé eitthvað sem skiptir máli upp á það sem þessu hugmyndi mínar en það er nú kannski þetta sem mér finnst vera svona að segja þetta svona þess að vekja fólk til umhugsunar það því að þetta skiptir okkur greiðlega miklu máli sem höfum lifibrauð og áhuga á íslenska hestinum því að það er bara samkeppni við svo margt annað og við þurfum að hafa þetta skemmtilegt. Við þurfum að hafa þetta þannig að fólk vilji koma og vilji vera. Þetta er dýrt fyrir margan að byrja og ég held að þá verðum við bara að gera þetta ennþá skemmtilegra og eins og allt saman þetta er uppi byggt þá er þetta bara þannig að hver höndin er upp móti hver annari og eins og þetta hefur verið þá erum við lafmóður eftir að slást hver landsmótið er hverju sinni og engin orka tími að fyrirhyggja í því að markaðsetja. Það er svona rétt að knapirnir viti hvenær mótin er og svo framvegis. Þannig bestist mér þessi markaðsetning vera og þetta það miklu lengri tíma og meiri fyrirhyggju og mínum mati hvernig hún á að vera nákvæmlega. Það veit ég ekki en eins og þetta stefnir í færra fólk
og dagskráin verður svona þreyttari og þreyttari með þessi fyrir svona kallið sem mig, það kann ekki góða ökustýra. Svona í lokin, hvaða landsíð þú kepptir á landsmóti sjálfur? Það mann ekki. Það ekki bara 1990. Þá var ég með hross nokkur. Og gekk vel? Það er svo langt síðan sko að þetta var að mann og engin eftir þessu, nema ég og fáinir svona ellismellir. Ég var með efsta hross yfir landsmótið í Kimodolsson og Hver var það? Hrissa frá Hólum, kölluð Þrenna, Feigsdóttir og Þráar. Dálítið góð meiri og hefði getið orðið betri með svona bæði lengri og betri þjálfun. Í þá daga þá þótti nú bara alveg nóg að taka þetta einn svona í janúar. Já. Var ég ótrúlega hvað hægt var að tvilla úr hrossum í þá daga. Fyrst og fremst náttúrulega bara út frá eðliskostum. Hvað mikið æfingarna varstu að keppa þar? Já, einhvern tímann. Það verið svona 86, 7, 8, eitthvað svona, já, svona fyrir 1990. Hefurðu sigrað landsmót? Nei. Ég hef verið svona í brekkunni. Það er ekki stemt á það kannski í NF eða? Nú var Sigurður Bárðarsson að kaupa sér eitt 5-gangar nú daginn eða sem það A-flokk. Hann stefnir að sigra. Já, sjálfsögðu sko, hann getur ekki dáið fyrir hann búinn að vinna A-flokkin, það vita allir og ég get alveg dáið á þess að vinna A-flokkin eða vinna eitt eða neitt. En Gánagarnir er að segja að hann get ekki dáið og engin ástæð til að láta hann þá fara að vinna þetta nærri strax sko, því að hver veit nema hann bara skellir sig í þá það. Já. En svona, ég hafði mjög gaman af að keppa hér áður fyrr og svona og gekk svona upp og ofan og stundum vel og stundum illa eins og var. Oftast nær voru hrossin svo bara spennt og illa svona hanteruði þá daga sko. Svona, já. Öðruvísi damningi aðferðir? Ég veit það ekki. Ég temm öðruvísi dag heldur en ég gerði þá sko. En það var þessi hraði sko og þú varst ekki komið með almennilegan hest. Sko, þetta var ekki almennilegur hestur eða þú þurftir að ríða honum eða þjálfa hann í meira en svona 2-3 mánuði. Þá var þetta ekkert almennilegt. Já. Og þú náttúrulega gast ekki verið með óalmennilega hesta sko. Nei. Og en svo er nú eitt í þessu sko, þetta er nú svona svolítið flókið apparat þessi hestamennska sko, að til lítur til að við vitum ekki alveg hvað við viljum. Við vitum ekki alveg hvað átt við erum að stefna með hestin og þá svona í talningum. Mér finnst oft á tíðum hrossin vera óörugg með sig sem birtist með ýmsum hætti, ofreist og að nefið sér kannski tókað inn og gefa eftir í hnakka. Það var engin burður, hvorki í lend né baki, þetta er mjög algengt. Og svo hitt sko sem er svona líka einkenni að flest þessi hross svona þau eru með ofsalega tíða fótarhreyfingar, þó þessu skrefstór, þá eru með tíða sem segir einfaldlega að þau eru að flýta sér að klára skrefið. Þá er engin burður með það sem að gæti verið og mýktin tapast. Þetta er eins og maður sé gjarnan svona á parkettgólfum svona í samkomuhúsum þegar gólfurnar eru svona penar svona til fara í háhæluðum skóm, þá er þetta svona þetta er svoleiðis, já, göngulag. Þannig að hestarnir eru mjög mikið á framhlutunum og mjög fáir sem ná því að þjálfa þá með öðrum hætti og við þetta svona finnst mér að afleiðingin er svo að brokk er sviflítið ef ekki sviflaust. Náttúrulega sko einasti hestur fjórtakta og hægt stökk alveg viðburður maður sér það
svona finnst mér þetta og hestarnir alltaf að flýta sér sko. Og við erum svolítið að skjóta okkur í fótinn finnst mér sko, við horfum á þetta ef hestur svona þá segjum hann sér viljugur, við segjum hann sér kröftugur sko, af því hann vill drífa sig svona áfram og með þessum tíðu skrefum, en burðurinn ekki til. Og burðurinn ekki til og meðan við höfum hestana svona þá finnst mér þessi ágripahætta og vera mun meiri heldur en ef þetta væri á hinn veginn. Og eins það verið að reyna að halda hestunum uppi með þessum tólum og tækjum sem fullum beisli og ef við notum svona þessar stangir og svona eins og verða að skammast yfir að menn verða að nota að þá þú bara það sterkt vogarafl að þú getur haldið þeim uppi en þú meiðir en með hringarmjölum þá ert að reyna, jú, en þú ert ekki eins öflugur í því. Þannig að það fyrst og fremst hugmyndafræði sko, sem að mínum mati ekki rétt. Og við erum sé bara að við erum að erum þarna með ákveðin einkenni eða, já, einkenni eins og ef maður væri með pest þá væri það svona ef maður væri með hór þegar maður væri með kvef sko. Maður þurrkaði bara hórinn í burtu en væri áfram veikur sko. Maður er búinn að taka einkenni í burtu og það svona við erum samt að gera þetta alveg á sama hátt sko, þó svo að það sé ekki eins sýnilegt sko. En ef við ríðum hestana svona mikið á framhaldunum eins og við erum búin að gera og þá höldum við áfram að hafa hrossin fjórtakt og brakki svíflítið og hægt stökk og alla til nema nokkur skref og svo fyrir þess að hraða Þannig að það margt sem á fara betur? Já, það allavega margt sem á hugsa sig og hvort það ekki svona rétt að staldra við og skoða hvert við erum að fara til. En þá held ég að við höfum ekki búin að sjá það hvernig við viljum sjá fullmótaðan hest, gæðing, taminn og riðinn. Og þetta sem verið að segja svona á heimasíðu 5 að hafa velferð hestsins að leiðarljósi. Ég held að henni sé afar langt í landa við séum að fylgja því sko, með þessum vinnubrögðum sko. En þetta mín skoðun og svo geta fólk haft aðra skoðanir og þær mega líka vera réttar, mega vel vera réttar en þessar skoðanir mínar sem ég hef þær eru settar fram vegna þess að ég hef þessar skýringar á þeim. Gott mál, við reynum að setja knappan í að vera þá með eyrun opin. Já. Eitt sem að ég möndi eftir. Núna hefur þú ekki dæmt hvað í 1 ár kynbúðarhross? Nei, ég hef ekki dæmt í 1 ár kynbúðarhross, ég hef ekki dæmt. Ég með eina sýningu eftir að ég komst í útvarpið þarna á Selfossi árið. Já, hvernig það? Þú varst útvarpsmaður ársins. Ívar Guðmundsson þurfti að láta í minnubókan. Var það upp á koma? Já, ég hef ekki fengið neina viðurkenningu eða velun fyrir það að vera útvarpsmaður ársins, þannig að ég get nú ekki tekið undir það, en hins vegar þá var þetta mjög vont en ég hættur og finnst það bara í fínu lagi. Saknar ekki að enda þetta í dag að konan eða einhver aðrir fara að dæma kynbúðarsýningar? Sko, mér fannst rosalega gaman að dæma hér á fyrstu árunum og lengi vel sko. Og þetta var nú svona hugsa svona ákveðið leiðbeiningarstarf og ég hef alltaf haft svona gaman að reyna að koma svona þannig
fram við þá sem eiga hrossin að þeir hafa gagn af þessu og svona upp á svona ræktunina en ég svona ekkert viss að það sé svolítið lengur í dag sko og mér finnst þetta oft á tíðum ekkert vera svona eins og búfjárrækt og það er svona önnur sjónarmið sem eru á ferðinni og það er bara oft ekkert gaman að eiga að samskipti þannig við þá sem eiga hrossin og í ljósi þessa þá finn ég nú ekki til saknaðar að vera hættur en ég hef alltaf mjög gaman að ræða hross og svo framvegis en minn tilgangur með öllu spjalli við mitt fólk hvað svo sem mitt fólk er að vera leiðbeinandi fremur en eitthvað annað en ég hef oft verið svona misskilinn og menn talið að ég hefi annað í huga heldur en þessi ég að segja þannig ég ekki að sakna þess að vinna ekki þessa vinnu. Vinnan þín í dag ennþá samt hestamennska og það er ræktun eða ekki, þú ert að rækta hérna fullt af? Jú, við erum að rækta hér tölvöld hrossum og til að selja og eiga og njóta og temjum hrossin svona mismikið áður en við seljum þau og það gengur svona, það gengur og það er nú þannig í dag að það þarf að hafa fyrir þessu svo kannski meira en oft áður en ég heldur þessu ára. Stutt svona hrossmúli hérna bara í Landsveit og búin að vera náttúrulega hrossabúkari í mörg ár en þið tóku við fyrir einhverjum árum síðan og hér eru tamningar eða ekki? Já, við erum svona 30-45 hross að temja svona flesta dagasins. Og þið eru þekkt líka fyrir það að vera með fólatamningar sem ég nú áður komið áðan í viðtali við þig. Já. Er það jafn vinsælt? Ég held að fólk sé að fara að sjá meira og meira gagnsemi þessara vinnu við þessi ungu hross vegna þess að ef við segjum þetta svona svipað eins og með þetta er svona svo hvað annað uppeldi hugsaum okkur það að sko ef við förum ekki að ala börnin okkar upp fyrir að vera konum til tvítugt að móta viðhorf þeirra til eins til hlutana og þó sé ekki annað og allt sem þarf að vera allt svo mótun að vinna andlega og sérstaklega og allt að ná ef við förum ekki að gera það þá fá við eitthvað svolítið skrítið fólk út úr eða inn í skólan og svo út úr þeim þannig að og þeir sem eru svona koma svona upp á bragði með því að fá okkur til að gera þetta auðvitað getur miklu fleiri gert þetta erum við og hér þá þeir koma aftur yfirleitt það er mest að þægilegt Takk fyrir spjallið og láttu þið batna í hendinni. Já, ég geri það. Og þú heldur áfram að vera góður kokkur? Ég held það fyrir mannskapinn. Þetta er svona. Takk fyrir spjallið. Já, sömuleiðis.